Góðan dag. Við erum hér komin til 29. fundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar. Sveitarstjórnar fulltrúar og gestir fundarins í dag eru endurskoðendur sveitarfélagsins frá KPMG, þeir Þorsteinn Þorsteinsson og Jón Ari Stefánsson og auk þess Gísli Sigurðsson, aðalbókari sveitarfélagsins með okkur. Áður en að ganga til dagskrár þá vil ég kanna hvort að einhver geri athugasemd við fundarboð. Svo ekki og þá göngum við til dagskrár og á dagskránni í dag einn liður sem ársreikningur Þingeyjarsveitar, fyrsti ársreikningur hins sameinaða sveitarfélags. Og ég ætla að byrja á því að biðja Þorstein Þorsteinsson, endurskoðanda, að koma hér upp og gera grein fyrir niðurstöðum og svona helstu upplýsingum úr ársreikningi. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, takk fyrir og góðan daginn. Eins og Gerður sagði þá þetta fyrsti ársreikningur sameinaðs sveitarfélags og þá ætlum við að byrja að gera grein fyrir hvernig fyrra ári komið fyrir reikningnum. Í skýringu númer 23 á blaðsíðu 27 sett fram hvernig 2021 lagt saman og þær fjárhæðir síðan sýndar í efnahagsreikningi, rekstrarreikningi og sjóðstreymi sem fyrra árs samanburðartölur. En þetta gert þannig að Skútustaðahreppur og Þingeyjarsveit eru lagðar saman og síðan eru nettaðar burtu innri viðskiptastöður og viðskipti. Þessu til viðbótar verið að taka inn núna líka í fyrsta skipti breytingar á reikningsskilaðferðum sem að felast í því að hlutdeild sveitarfélagsins í dvalarheimilinu á Húsavík tekið inn í reikningsskilin hlutfallslega og það gert grein fyrir því í skýringu númer 24 og helstu áhrifin eru að inn í rekstur sveitarfélagsins að koma hlutdeild í rekstrartekjum og rekstrargjöldum dvalarheimilisins sem á hlutdeild í efnahagslið. Og í þessum tveimur skýringum leita fram þær stöður sem eru til samanburðar við ársreikning 2022. Nú ef við förum þá í hefðbundna yfirferð og byrjum á blaðsíðu 6 sem rekstrarreikningur ársins 2022 og ég fer yfir A og B hlutann. Þar sjáum við að rekstrartekjur eru tæpir 2,4 milljarðar, áætlun voru 2,2 milljarðar og fyrra ár 2,1 milljarður. Aðalástæðan fyrir þessum mismun eru tekjur sem koma frá dvalarheimilinu sem hlutdeild eins og áður sagði, en það ekki áætlað fyrir þessu í áætlun sveitarfélagsins fyrir 2022. Rekstrargjöld eru 2,2 milljarðar, áætlunin rétt tæpir 2 milljarðar og það eru að mestu leyti sama skýring. Aðrir liðir eru síðan afskriftir sem eru á áætlun, tæpar 100 milljónir. Fjármagnsliðir eru 107 milljónir, töluvert yfir áætlun og það fyrst og fremst vegna hærri verðbóta heldur en var áætlað fyrir. Og síðan tekjuskattur upp á 14 milljónir, áætlunin var 5,4. Tekjuskatturinn kemur til vegna rekstur á hitaveitu. Þannig að rekstrarniðurstaðan neikvæð upp á 46 milljónir. Áætlunin gerir ráð fyrir vera jákvæð upp á 56 en fyrra ár endurgert var neikvæð upp á 81 milljón. Skýringarnar á þessu frávikum eins og áður sagði verðbætur og það
svona eitt liður kannski í rekstri sem stærsta fráviki sem er hærra framlag en áætlað var vegna málefna fatlaðra. Nú ef við flettum á blaðsíðu 9, skoðum sjóðstreymisyfirlitið í beinu framhaldi, að þá skoðum við fyrst veltufé frá rekstri sem var 141 milljón. Áætlunin gerir ráð fyrir 200 milljónum, fyrir ár var 57. En þetta svona eina lykiltölum í ársreikningnum og sýnir hvaða fjármunir eru til að greiða af lánum og fjárfesta fyrir án nýrrar lántöku. Fjárfestingar hreyfingar ársins urðu tæpa 200 milljónir en áætlunin gerir ráð fyrir 553 og það voru ýmis verkefni sem var ekki farið í miðað við fjárhagsáætlun sem veldur þessu fráviki. Í fjármögnunarhreyfingunum að þá helst þar að ný lántaka var 300 milljónir en áætlunin gerir ráð fyrir 393 og að endingu nemur handbært fé í árslok 283 milljónum. Ef við bökkum aðeins blaðsíðu 7, tökum efnahagsreikninginn, að þá niðurstaða hans 2,8 milljarðar og þar af eru 2 milljónar sem eru rekstrarfjármunir, 200 milljónir í áhættufjármunir og langtímakröfur og síðan veltufjármunir 617 milljónir. Skuldamegin eru skammtímaskuldir 560, þannig að veltuhlutfallið rétt rúmlega 1. Eigið fé 800 milljónir og skuldir samtals með lífeyrisskuldbindingu og langtímaskuldum 2 milljarðar og 17 milljónir. Ef við svona stiklum kannski á helstu skýringum, þá ágætt að byrja á blaðsíðu 12 skýring 4, að þar verið að sundurleiða skatttekjur og framlög jöfnunarsjóðs. Útsvarið var dálítið hærra en áætlað var og framlög jöfnunarsjóðs urðu hins vegar lægri en var gert ráð fyrir, sem fyrst og fremst vegna lægra sameiningaframlags heldur en áætlað var. En það eru töluverð frávik á milli framlaga. Aftur á móti eins og áður sagði þá eru rekstrartekjur í heild sinni mjög nálægt áætlun þegar búið að taka tillit til þeirra tekna sem komu frá dvalarheimilinu. Nú í laununum þá var niðurstaðan þar launakostnaður 1363 milljónir, áætlunu rétt tæpa 1200 milljónir og mismunur þarna að mestu leyti líka rekinn til dvalarheimilisins. Nú á blaðsíðu 13 í skýringu 6 sem fjármagnsliðirnir að þá það helst að verðbætur eins og hún áður sagði urðu 83 milljónir en áætlunin gerir ráð fyrir 36, þannig að það töluvert mikið frávik þar. Í skýringu 7 síðan yfirlit rekstur einstaka málaflokka og sjóða og B-hluta fyrirtækja og svona helstu frávikin þar í vegna kostnaðarmálefna fatlaðra og síðan í sameiginlegu kostnaði sem að mestu leyti komið vegna sameiningakostnaðar. Framlagið aftur ekki fært þar heldur meðal skatttekna. Svo kannski ættum við nú bara að fara held ég næst í langtímaskuldir á blaðsíðu 18 að þar sjáum við neðst í skýringu 17 hvernig næstas afborganir leggjast. Árið 2023 þetta 146 milljónir, svo lækkar þetta svolítið en verulega árið 2026 og þá gert ráð fyrir 96 milljónum. Þannig að það svona töluvert þungi afborgunum næstu 3 ár
lækka svo. Á blaðsíðu 20 eru lykiltölu yfirlit. Fyrst er það fyrir A-hlutann og svo ef við flettum á blaðsíðu 22 er það fyrir A og B. Og þá sjáum við að skulda viðmið samkvæmt reglugerð er 57% sem er töluvert langt undir því þaki sem er gefið út af ráðuneytinu. Og svo kannski svona að lokum í þessari yfirferð minni er rétt að kíkja aðeins á skýringu 21 á blaðsíðu 24. Þar eru að bera saman 2021 í gömlu sveitarfélögunum og 2022 varðandi hlutföll málaflokka og það er vert að geta þess að á fyrra ári í aðalsjóði þá er tap þar upp á 7,7% af skatttekjum og núna er 0,4% jákvæð afkoma. Þar sjáum við helstu sveiflurnar á milli málaflokka. Þetta er náttúrulega eru bara hlutfallstölur, segir ekki til hvort að málaflokkurinn hafi hækkað eða lækkað. En þar er félagsþjónustan að fara úr 6% af skatttekjum á 21 upp í 9,5%, en fræðslu og uppeldismál fara úr 61,8 í 55,2 og aðrir liðir eru svona minni sveiflur nema kannski umferð á samgöngumálum fara úr 3,9 í 2,5% og en fjármuna liðirnir þeir hækka í aðalsjóði, það er bara vegna innri vaxtafærslna og já, það er kannski niðurstaðan á A-hlutanum að hún var 6,2% í mínus í fyrra eða 21 en núna 1% í mínus. En ég held að þessari yfirferð sé það bara lokið. Takk fyrir. Kærar þakki fyrir þetta, Þorsteinn, og orðið er laust ef að einhver vill taka til máls eða leggja spurningar fyrir endurskoðendur, fyrst við erum nú með það hérna á staðnum. Knútur, gjörðu svo vel. Til setjum fólk og ágætt endurskoðendur. Það er gott að vera búin að hóða þetta og þetta er búin að vera svolítið strembin fæðing og þetta er samt grundvöllur af því sem við förum svo þeirri vinnu sem við leggjum svo yfir áframhaldandi skipulag. Okkar fulltrúa bíður að lesa svolítið. Ég er nú ekki mikill ásreikninga lestrar maður en þetta verður vantilega það sem verður á náttborðinu helgina og svona saman, maður fyrir að leita sér samanburðar hjá öðrum sambærilegum sveitarfélögum. Tíminn sem hefur farið í þetta og flækjustíð, er þetta að forma þetta í einhverja skýringu, kannski þetta beinast til endurskoðenda, er þetta að taka saman í 3 setningum hvert umfang flækjustíðsins var sem gerði þetta verkum. Takk fyrir. Þorsteinn, getur þú svarað þessu í 2-3 setningum eins og Knútur segir? Já, sko það er náttúrulega, það er svona reynslan að það er alltaf töluvert vinna við sameiningar sem slíka. Það hefur verið náttúrulega sameina bókhald sem að er svo sem ekki alveg alltaf nákvæmlega eins hjá hvoru sveitarfélagi fyrir sig. Síðan er búið að fara dálítið mikið vinna í að koma sér blessaða dvalarheimila þannig inn. Það eru svona takmarkaðar leiðbeiningar hvernig á að gera þetta
og síðan held ég nú bara að kannski megin ástæðan fyrir að við erum þetta seint að ég held að það sé nú svona takmarkaður kannski mannskapur á skrifstofunni til þess að framkvæma bara það sem þarf að gera vegna þess að samhliða þessu þarf náttúrulega að gera það sem þarf að gera frá degi til dags. Takk fyrir. Takk fyrir það, Þorsteinn, og ég vil kannski einmitt nefna það í þessu sambandi að þessir fáu starfsmenn sem hafa þraukað og haldið út með okkur til dagsins í dag, þeir eiga miklar þakkir skildar fyrir sína þrautseigju og hafa að mínu mati lagt fram vinnuframlag sem langt umfram það sem hægt að ætlast til. Þannig að þeim þökkum hér með komið á framfæri fyrir hönd sveitarstjórnar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Þá ætla ég að fá að lesa bókun fundarins og hún hljóðar svo. Rekstrarniðurstaða ársins 2022 var 102 milljón krónum verri en sameinaðar fjárhagsáætlanir gömlu sveitarfélaganna gerðu ráð fyrir sem verður að teljast ásættanlegt á fyrsta rekstrarári nýs sveitarfélags. Fjárfestingar eru heldur lægri en gert var ráð fyrir vegna manneklu og óvissu í efnahagslegu tilliti. Helstu frávik frá fjárhagsáætlun í A-hluta eru eftirfarandi. Á árinu innleiddi sveitarfélagi reglugerðarbreytingu, eða þetta átti nú ekki að vera í A-hluta heldur í samstæðinni almennt. Á árinu innleiddi sveitarfélagið reglugerðarbreytingu númer 2030/2021 og í 20. grein reglugerðar númer 1212/2015 vegna reikningshaldslegrar meðferðar á samstarfsverkefnum sem eru með ótakmarkaðri ábyrgð sveitarfélagsins. Sveitarfélagið færi nú hlutdeild í einstökum liðum rekstrar og efnahags dvalarheimilis aldraðra SF í B-hluta. Hlutfall Þingeyjarsveitar í dvalarheimili aldraðra SF er 30%. Helstu áhrif vegna þess á árinu 2022 er að tekjur hækka 223 milljónir og rekstrargjöld 230 milljónir. Fjármagnsliðir hækka 6 milljónir og áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins eru því neikvæð 13 milljónir. Ekki var áætlað fyrir áhrifum dvalarheimilis aldraðra í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2022 og áhrif á eignir eru þær að þær hækka 144 milljónir, eigið fé lækkar 38 milljónir og skuldir hækka 183 milljónir. Málaflokkar í A-hluta, málaflokkur félagsþjónustu fór úr 46,4 milljónum, fór 46,4 milljónir fram úr áætlun. Megin ástæða þess er vegna málefna fatlaðs fólks en einnig fór félagsþjónusta lítilsháttar fram úr áætlun. Bárust 2 bakreikningar vegna málefna fatlaðs fólks upp á 78,7 milljónir seinni hluta árs var gerður viðauki við fjárhagsáætlun upp á 38 milljón króna vegna fyrrireiknings sem var fyrir árið 2021. Í upphafi árs 2022 barst seinni bakreikningur vegna ársins 2022 og var hann upp á 40,7 milljónir. Málaflokkur skipulags- og byggingamála var 15 milljón krónum undir því sem áætlað var. Málaflokkur umhverfismála fór 16 milljónir fram úr áætlun og skýrist það mestu vegna innri leigu af Kálfaströnd sem ekki var áætlað fyrir. Málaflokkur atvinnumála fór 13 milljónir fram úr áætlun, sameiginlegu kostnaður fór 44 milljónum fram úr áætlun og er þar áhrif, afsakið. Niðurstaða annarra málaflokka var innan skekkjumarka og niðurstaða aðalsjóðs var jákvæð 8,2 milljónir en árið 2021 var niðurstaða neikvæð 123,2
milljónir. Rekstur eignasjóðs var neikvæður 18,4 milljónir á móti neikvæðri niðurstöður árið 2021 sem nam 98,2 milljónum króna. Samtals nam neikvæð rekstra niðurstaða A og B hluta fyrirtækja sveitarfélagsins 46,3 milljónum á móti neikvæðri rekstra niðurstöðu 81,2 milljónir árið 2021. Rekstur sveitarfélagsins er heldur betri en samanlagður rekstur beggja sveitarfélaga á árinu 2021. Það skiptir mestu máli hækkun á veltufé frá rekstri sem jókst 84 milljónir á milli ára. Reksturinn er og verður krefjandi þar sem rekstrarumhverfið er afar óhagfellt vegna hárrar verðbólgu og vaxtastigs. Sveitarstjórn undirstrikar mikilvægi þess að áfram verði farið að með gát í rekstri sveitarfélagsins þar sem áskoranir eru fjölmargar og mikilvægar og kostnaðarsamar framkvæmdir framundan. Forgangsröðin í fjármálum er því nauðsynleg til að tryggja áfram getu sveitarfélagsins til að halda uppi lögboðinni þjónustu. Að lokum þakkar sveitarstjórn starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þrautseigju og velunnin störf við erfiðar aðstæður í kjölfar sameiningar sveitarfélagana tveggja. Einnig er endurskoðendum þakkað fyrir velunnin störf við uppgjörsvinni fyrsta ársreikning Þingeyjarsveitar hinna nýju. Sveitarstjórn þakkar Þorsteini Þorsteinssyni greinargóða yfirferð og vísar ársreikningi Þingeyjarsveitar fyrir árið 2022 til seinni umræðu í sveitarstjórn. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun biðja að gefa merki með því að rétta upp hönd. Og hún er samþykkt samhljóða. Fleiri málefni eru ekki á dagskrá í dag og ég þakka fyrir góðan og upplýsandi fund og segi fundi hér með slitið.